og yfirskrift fundarins í kvöld Jesús Kristur lífsbrunnurinn. Og ég búin að vera að hugsa rosalega mikið þetta efni og heilagur andi hefur verið að vinna svo mikið í hjartanum mínu með þetta og ég vona að þið muni blessast af þessu efni. Við ætlum að vera með svona 30-40 mínútna orð og við ætlum að byrja í Jóhannesar guðspjalli 4. kafla. Og eftir að ég frelsaðist og tók á móti Jesú, þá fór ég að eiga svo mikið samfélag við Jesú og heilagan anda í gegnum hugleiðslu. Af því að Jesús Kristur mætti mér fyrst í gegnum hugleiðslu og bæn og það var þá sem hann mætti mér og það var þá sem ég sá hann og það var þá sem ég sá það stórkostlegasta og fallegasta og besta sem ég hefði nokkuð tíma séð og upplifði stórkostlegustu stund lífs míns og þá fór ég að trúa á hann. Og af því hann mætti mér þarna að þá hef ég alla tíð síðan, þetta gerist vorið 2019, svona iðka mitt samfélag og mitt samband við Jesú í gegnum hugleiðslu. Og það sem ég geri að ég fer ein í það sem ég kalla svona Jesú-búbluna mína og ég fer ein inn í herbyggi og ég loka augunum, stundum set ég tónlist, ég loka augunum, svo fer ég með bænir og ég byrja að tala við hann og ég sé hann með sálinni minni eða hjartanu mínu, bara með lokuð augun og ég fer inn í þessu ósynlegu veröld og ég á samfélag við hann þar og það eru stórkostlegustu stundir lífs míns og ég ger þetta yfirleitt daglega og alltaf þegar ég ger þetta þá fer ég að gráta og það bara svona læknandi grátur, það grátur af því að það kemur svo mikið lotning fyrir konungi konungana, fyrir Guði almáttum og það svona, hvað maður að segja, svona hreinsandi grátur af því að heilagur andi að lækna eitthvað innra með mér, innra í hjartanum mínu og alltaf þegar ég var að leita Jesú Krist, leita heilags anda með eitthvað sem ég var að glíma við í lífinu mínu, einhver vanlíðan eða eitthvað vandamál eða eitthvað sem var í gangi í lífinu mínu og ég var að spyrja Jesú, ég sagði af hverju ég að glíma við þetta, af hverju líður mér svona í þessum aðstæðum, af hverju þetta núna í gangi, að það var alltaf svarið líttu hjarta þitt, skoðaðu hjarta þitt, þetta var alltaf svarið sem ég fekk frá Jesú. Þegar ég fór í hugleiðslubæn með Jesú og ég fór að skoða hjarta mitt með Guði, þá fór hann að sýna mér rótina. Og eftir því sem að ég fór að lesa meir í Biblíunni, þá fór ég að sjá betur og betur öll þessi biblíuverk sem fjalla hjartað og hvernig lífið sjálft sprettur úr hjartanu og hvernig rót alls situr í hjarta okkar. Og hvernig það sem við trúum, hugsum og tölum út það sem að skapar líf okkar og það þannig sem við iðkum valdið og valið sem Guð hefur gefið okkur og síðan þá hef ég verið að vinna með Guði í að losa út allt úr hjartanu mínu sem kemur ekki frá honum og skipta út heiminum fyrir Jesú Krist og það alltaf stærri og stærri og það í gegnum árin hefur alltaf stærri og stærri partur af hjartanu mínu orðið fullur af heilugum anda og Jesú Kristi í staðins að vera fullur af sjálfur mér eða því sem í heiminum. Og Jesús, þegar við endurfæðumst, tökum á móti Jesú við endurfæðumst, þá segir í orðinu að Jesús gefi okkur nýtt hjarta, mjúkt hjarta úr holdi í staðinn fyrir steinhjarta sem var áður. Og hann gerir það og hann hefur gefið þér það og mér það ef þú hefur tekið á móti Jesú Kristi. En síðan það okkar val með hverju og hverjum ætlum við að fylla þetta hjarta. Ætlum við að fylla það öðru fólki, af heiminum, vinnunum okkar, peningunum, áhyggjum, ótta, tilfinningum okkar, tilfinningum annara, árangri og svo framvegis eða ætlum við að fylla það af Jesú Kristi af heilugum anda. Og þetta tengir svo mikið þessu efni sem við erum með í kvöld að Jesús lífsbrunnurinn og mér langar að byrja í 4. kafla í Jóhannesar guðspjalli og ef þið viljið lesa með þá megið það, en það allt í lagi að hlusta líka og þetta sem sagt 4. kaflinn og við ætlum að byrja hérna í 7. versi. Þar var Jakobs brunnur. Jesús var vegmaður og settist þarna við brunninn. Þetta var hádegisbil. Samverska kona kemur að sækja vatn. Jesús segir við hana, gefðu mér að drekka. Þá segir samverska konan við hann, hverju sætir að þú sem ert gyðingur biður mig að drekka samverska konu? Jesús svaraði henni, ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá sem segir við þig, gefðu mér að drekka, myndir þú biðja hann og hann gæfi þér lifandi vatn. Hún segir við hann, herra, þú hefur enga skjólu að ausa með og brunnurinn djúpur, hvaðan hefur þú þetta lifandi vatn?
Ertu meira en Jakob forfaðir okkar sem gaf okkur brunnin og drakk sjálfur úr honum og synir hans og fénaður? Jesús svaraði, hvert sem drekkur af þessu vatni mun þyrsta, en hvert sem drekkur af vatninu ég gef honum mun aldrei þyrsta að eilífu. Því að vatni sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Og þá biður konan hann að segja drottinn, gefðu mér þetta vatn svo mér þyrsti ekki og ég þurfi ekki að fara alltaf hérna að brunnunum til þess að drekka og ausa. Og þá segir Jesús, farðu og kalla á manninn þinn og komdu síðan hingað. Og þá svarar konan, ég á engan mann, og Jesús segir við hana, rétt það að þú eigir engan mann, því að þú hefur átt 5 menn, og sá sem þú átt núna ekki þinn maður. Þetta sagði þú rétt. Eða þetta sagði þú satt, segir Jesús, og þannig Jesús að segja henni upplýsingar hana og hennar líf, sem hefur verið kannski hennar dýpsta og mesta skömm, og óhamingi í lífinu og einhverja upplýsingar sem hann hefði aldrei geta átt að vita ef hann væri bara einhver venjulegu maður. Og hún gerir sér grein fyrir því að þarna ekki bara einhver venjulegu maður á ferð. Og þarna sjáum við Jesú sitja við brunn og hann þreyttur og vegmóður eftir ferðalagið og hann bíður eftir þessari konu. Hann veit fyrirfram að hún að fara að koma þarna við brunnin. Og konan kemur þarna við brunnin á óvenjulegum tíma sem að hádegi, sem svona heitasti tími dagsins, þar sem að enginn að koma að brunninum og ástæðan fyrir því að hún að koma á þessum tíma einmitt sá að það enginn annar að koma á þessum tíma. Og mjög líklega var það vegna þess að út af skömm, út af sársauka og vegna þess að henni hefði verið útskúfað út úr samfélaginu vegna þessa lífstíls og hennar forsögu. Og lífið hennar var kannski bara orðið flókið, brotið og erfitt. Þannig að hún kemur svona með ákveðnum svona leyndum þarna í brunnin. Og þetta svona birtingamynd fyrir það að Jesús hann ekki bara að bíða eftir þeim sem eru sterkir eða heilar, hann að bíða eftir þeim sem eru þreyttir og þyrstir og tómir og kannski búnir á því. Bíða eftir þeim sem hefur kannski verið útskúfað, þeim sem hefur verið hafnað og hann vill umvefja þá með kærleika sínum og elsku sinni og hann vill gefa þeim lifandi vatn. Og þeir sem eru einmitt þreyttir og þyrstir, tómir að innan, búnir á því, hefur verið hafnað, þeir hafa kannski eins og þessi samviska kona verið búin að leita að lífi og lífsfyllingu á röngum stöðum, jafnvel út allt. Og þegar þessi samviska kona kemur að þessum venjulega brunni til að sækja venjulegt vatn, þá mætir hún sjálfum lífsbrunninum sem Jesús Kristur. Og Jesús, hann sá þennan djúpa þorsta innra með henni sem var miklu dýpri heldur en bara þorstin eftir venjulegu vatni. Og Jesús segir við hana, gef mér að drekka. En hann veit að þessi kona var ekki bara þyrst í vatn, heldur var hún þyrst í ást. Og hún var þyrst í kærleika og hún var þyrst í öryggi og hún var þyrst í frið og hún var þyrst í svo margt annað heldur en bara þetta venjulega vatn og hún var búin að vera að leita að þessu öllu á öllum röngu stöðunum og þarna kemur svona ljóslega fram að hún var búin að vera að leita að þessu í karlmönnum. Hún var búin að eiga 5 eiginmann með eiginmenn og búin að skilja við á alla og síðan var hún komið nýjan mann sem að hún bjó með sem var ekki eiginmaður hennar, sem var á þessum tíma örugglega lítið hotnega í þessu samfélagi. Og allir þessi kallmenn sem hún var búin að vera að leita að, öllu þessu höfðu einhvern veginn allir brugðust henni. Enginn af þeim gat fært henni það sem hún þráði og það sem hún þarfnaðist og það sem sálin hennar þyrsti í. Og þetta oft þetta mannlega ástand, það sem við höldum að það sé einhver ytri þörf eða við höldum að eitthvað í ytra umhverfinu okkar geti fullnægt þessari þörf eða þessum tómleika eða þessum ófriði eða hvað það sem við erum að glíma innra með okkur í stað þess að horfa beint á Jesú Krist. Og við hugsum kannski með okkur, ef ég fæ þetta starf eða bara ef ég fæ þessa stöðuhækkun eða þessa launahækkun, þá verð ég ánægð og þá verð ég örugg. Ef við hugsum kannski, ef ég get fengið þessa manneskju til þess að elska mig, þá loksins losna ég við einmanaleikann eða tómleikann. Eða bara ef ég ætti meiri peninga, þá ég bara frjáls og óháð og geti gert það sem ég vildi. Ef ég væri heilbrigðari, þá geti ég gert allt sem ég vildi. Ef ég væri fallegri, þá myndi kannski fleiri elska mig
og færri hafna mér. Ef ég myndi missa þessi 5 auka kíló sem hafa setið utan á mér, þá væri allt svo gott og þá myndi ég líða svo vel og þá væri lífið svo frábært. Eða bara ef ég næ að klára þessi verkefni í vinnunni, þá get ég farið og notið lífsins. Ef ég bara eignast mitt eigið húsnæði, þá verð ég alltaf örugg og þá mun mér líða betur. Ef ég geti ferðast meira, þá væri ég miklu hamingjusamari, fengi meira kikk út úr lífinu. Ef að börnin mín myndi hefða þessi viti, ef maki mín myndi gefa mér skilningin og stuðningin sem ég þarfnast svo mikið, bara ef ég hef stjórn á öllu, þá mun ekkert slæmt gerast. Ef ég grennist, þá upplifi ég sjálfa mig meira virði. Ég þarf að gera þetta, ég verð að gera þetta, ég verð að eignast þetta, ég verð að öðlast þetta, ef ég fæ þetta, ef ég fæ hitt. Og þá verð ég loksins fullnægð. Þá loksins fæ ég upplifi hamingjuna sem ég er búin að vera að leita eftir. Og þá loksins verð ég kannski svo manneskja sem ég á að vera. En Jesús, hann horfir miklu dýpra en þetta og hann horfir ekki á ytri aðstæður, heldur horfir hann inn í hjarta okkar. Og hann sér það að okkar stærsta þörf er ekki það sem er í kringum okkur, er ekki fólki í öðru fólki, heldur er það Jesús Kristus sjálfur. Það er þorsti í hjarta okkar og sál okkar sem engin mannlegur eða dauðlegur brunnur getur slökkt. Og þess vegna sagði Jesús, ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá er sem segir við því gef mér að drekka, þá myndi þú biðja hann gæfi þér lifandi vatn. Þetta er í 10. versinu í 4. kaflanum í Jóhannesar Guðspjallinu. Og Jesús er ekki að segja þú þarft að verða betri, þú þarft að verða sterkari, þú þarft að verða öflugri, eða þú þarft að gera þetta. Hann segir ef þú þekktir gjöf Guðs, og þetta er fagnaðar erindið, gjöf Guðs er Jesús Kristur. Gjöf Guðs er hann sjálfur í mannsmynd sendur til þess að gefa líf sitt á krossi, til þess að afmá allan aðskilnað á milli Guðs og manna og til þess að opna leiðina fyrir okkur inn í himnaríki Guðs. En það er ekki bara það sem er langstærsta og magnaðasta og mikilvægasta kraftaverkið, heldur líka að uppfylla allar okkar þarfir í Jesú Kristi. Jesús sagði, hvern sem drekkur af þessu vatni, og þá er hann að tala venjulega vatni sem kemur úr krananum okkar, mun þyrsta aftur, en hvern sem drekkur af vatninu er ég gef honum mun aldrei þyrsta að eilífu, því að vatnið verður að lind sem streymir til eilífs lífs. Og þetta er lykilversi. Jesús er að segja, allir jarðneskir brunnar, hver sem brunnurinn er, hafa takmörk. Þú getur drukkið úr brunninum, en þú verður alltaf aftur þyrstur eða þyrst. Þú fær kannski viðurkenningu frá öðru fólki og það gefur þér eitthvað búst í smá stund, en áður en veist að þá þarftu aftur að fá viðurkenningu frá okkur fólki. Þú fær kannski athygli frá makaninum eða stuðning tímabundið, en áður en veist að þarftu að fá það aftur. Þið byrjar að þyrsta aftur. Þú fær peninga, en afkomu óttinn getur ennþá verið að naga þig innan frá og búið til kvíða og óöryggi og ótta. Þú færð kannski nýtt samband, en einmanaleikinn getur ennþá fylgt þér. Þú nærð árangri í starfi eða námi að því sem þú ert að gera, en þurrkurinn getur samt áfram verið í hjartanu. Þú færð kannski eitthvað geggjaða utanlandsferð og upplifir þvílíkt kikk og gleði og hamingju, en svo þegar þú kemur heim aftur og hversdagsleikinn tekur við, hvað verður þá? Og af hverju gerist þetta? Því að maðurinn er ekki skapaður til þess að lifa af dauðlegum brunnum eða tímabundnum brunnum, hann er skapaður til þess að lifa af Guði almáttum sjálfum. Og Jesús sagði, vatnið sem ég gef verður ekki bara eitthvað sem þú færð utanfrá, það verður að lind innra með þér. Það bara er. Og það getur ekki farið neitt og það er endalausu uppspretta, því að uppsprettan er Jesús Kristur. Þannig að Jesús er að gefa okkur nýja uppsprettu sem er hann sjálfur, og þessi uppspretta verður að lind innra með okkur, það sem er alltaf yfirflæði af því sem við þörfnumst. Og hann gefur ekki bara heilagan anda, heldur líf Guðs almáttugs inn í okkur. Þessi innri lind sem streymir fram til eilífs lífs. Og þegar við snúum okkur og snúum hjarta okkar fyllilega til hans, þá sér hann fyrir öllum okkar þörfum.
þegar við hættum að leitast eftir því að fá þörfum okkar, grunnþörfum okkar, fullnægt í heiminum, í mannlegum, dauðlegum hlutum hjá öðru fólki og fyrir að leita hans fyrst og hans ríkis og hans réttlætis, þá hættir okkur að þyrsta. Af því að það sem við þörfnum, sko sem það er friður, ást, viðurkenning, samþykki, öryggi, verður að eilífri lind innra með okkur, sem að streymir innra með okkur og flæðir út frá okkur stöðugt og að eilífu. Og það er þannig að Jesús, hann er lífið sjálft, hann er logos, hann er orðið og hann er frumorsök alls. Og til þess að skilja hvað gerist þarna við hennan brunn, þá þurfum við að fara í upphafi Jóhannesar og það byrjar, Guðspjallið byrjar svona, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allt var til fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Og þetta orð sem við erum að tala þarna er Jesús Kristur. Og það þýðir að áður en að þessi brunnu var til, þessi Jakobsbrunnur, þá var Jesús. Áður en að vatni var til, var Jesús. Áður en að jörðin var til, var Jesús. Og áður en að allir mennirnir eru til, þá var Jesús. Og í Kólossisbréfinu segir Páll, enda var allt skapað í honum í himnunum og í jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti og herradómarnir, tignir og völd. Allt er skapað fyrir hann og til hans. Hann er fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Allt á tilveru sína í honum. Án hans þá væri ekkert til. Án hans væri engin friður til. Engin ást, engin kærleikur, ekkert þakklæti, engar allsnægtir, engin blessun, engin lækning, ekkert heilbrigði, án hans værum við ekki til. Og við erum sköpuð til þess að nærast á honum og honum eingöngu. Allt á sína tilveru í honum. Andadráttur okkar, líkaminn okkar, heilsan okkar, sálin okkar, gjafirnar okkar, köllunin okkar, framtíðin okkar, vonin okkar, trúin okkar, lækningin, allt er í honum. Og í Hebreabréfinu 1. kafla segir að hann ber allt með orði máttar síns. Þannig að Jesús, hann skapaði ekki bara alla veröldina, hann heldur öllu uppi. Hann heldur veröldinni saman með sjálfum sér, með sínum mætti, með sínum krafti. Þannig að Jesús er ekki bara brunnurinn sem gefur okkur lifandi vatn þyrst. Hann er krafturinn sem heldur líf okkar saman þegar allt virðist vera á molna niður eða brotna. Og þegar við getum ekki borið okkur sjálf, þá er hann að bera okkur. Og þegar við sjáum ekki leiðina, þá er hann vegurinn. Og þegar við höfum engin svör, þá er hann svarið og hann er sannleikurinn. Og þannig að Jesús Kristur er ekki bara hlut af líf okkar. Hann er ekki bara Guð sem við eigum náið persónulegt samfélag við daglega. Hann er lífið okkar. Hann er uppspretta lífs okkar. Og það er það sem maður átt við þegar að tala lífsbrunnin. Og í Jóhannesar Guðspjalli 7. kafla segir Jesús í 37. versi, ef nokkur þyrstir, þá kom hann til mín og drekki. Og hann er að vísa í þetta. Hann er lífsbrunnurinn og hvað sem þig kann að þyrsta í. Það getur verið friður, lækning, öryggi, það getur verið heilbrigði, það getur verið viska, speki, það getur verið ást, kærleikur, vinátta, það getur verið bara félagsskapur, það getur verið svo margt, það getur verið meira, það getur verið súrefni, það getur verið einhver tiltekin næring eða næringarefni. Hvað það er sem að þið þyrstir í, þá komum við til Jesú og við drekkum úr hans brunni. Og þegar við gerum það og við stillum hjart okkar, þá mun okkur aldrei þyrsta framar á því tiltekna sviði. Og brunnar heimsins geta ekki séð fyrir þörfum hjart okkar. Við þurfum að spyrja okkur í hvað brunn hef ég verið að sækja. Hef ég verið að sækja í brunn ótta, brunn stjórnsemi, brunn samþykkis, brunn peninga, brunn vinnuna minnar, brunn annara manna, brunn eigin styrks, brunn matar, brunn áfengis, brunn skemmtanalífs, brunn kerfisins og stjórnvalda, dauðlegan tímabundin brunn eða hinn varanlega og hinn eina sanna lífsbrunn sem er Jesús.
Og þetta getur verið á mörgum mismunandi sviðum í lífi okkar. Það er mjög mikilvægt að átta sig á því að allir þessi hlutir, annað fólk, matur, vinna og svo framvegis, þessir hlutir eru alls ekki slæmir í sjálfu sér. Þetta er allt blessun sem Guð hefur veitt okkur og þetta er til fyrir Jesú Krist. En þeir verða skaðlegir þegar við förum að leita til þeirra eftir því sem að Jesús einn á að gefa okkur. Og þeir geta orðið ákveðinni blekkingu að því við erum að leitast eftir að fá eitthvað frá þeim þar sem þeir geta ekki gefið okkur eða þeir geta bara gefið tímabundið og förum okkur fyrstir alltaf aftur. Og það sem að gerist við förum að leita fyrst í heiminn í staðins að leita fyrst í Jesú til að slökkva þorstan eða til að fá þörfum okkar fullnægt er að þessir brunnar verða það sem að Biblían kallar hjáguður eða skurðgoð í líf okkar og Guð almáttugur sjálfur kallar þetta í Gamla testamentinu viðurstyggð eyðingarinnar. Af því að þegar leið og við höfum ákveðið í hjarta okkar eitthvað annað en Guð almáttugur eigi að veita okkur frið, tilgang, lækningu, heilbrigði, traust, von, sýn, visku eða speki, huggun, ást og kærleika og svo framvegis, þá hefur hjarta okkar vikið frá Drottni á því tiltekna sviði og þá kemst myrkrið inn. Og Guð getur ekki veitt okkur þetta eilífa vatn sem hann þráir að veita okkur á því sviði. Af því í reynd hefur hjarta okkar hafnað Guð og sagt, Guð, þú ert ekki friður minn, annað fólk er friður minn, eða hugleiðsla er friður minn, eða fjallganga er friður minn, er að fylgja mér. Og eitt sterkasta versi í Biblíunni, Jeremía 17, sem er versi ég er búin að vera að hugleiða rosalega mikið og hugsa mikið og lesa Og í Jeremía 17 segir, trausti Guðs, ekki manna. Þetta er 5. versu áfram. Svo segir Drottinn, bölvaður er sá maður sem treystir mönnum og reiðir sig á styrk dauðlegra. En hjarta hans víkur frá Drottni. Hann er eins og nakin runni í eyðimörk. Hann verður ekki hins góða var sem framhjá fer. Hann verður að búa í sviðnu landi í eyðimörkinni á óbyggilegri saltsléttu. En það segir bara svart og hvítu hvað gerist þegar við erum að leita í þessa dauðlegu brunna umfram Jesú. Svo segir í 7. versi, blessaður er sá maður sem treystir Drottni. Drottinn er athvarf hans. Hann er sem tré gróðursett við vatn og teygir rætur sínar að læknum. Það óttast ekki að sumarhitinn komi því að lauf þess er sígrænt. Það er áhyggjulaust í þurru árferði, ber ávöxt án afláts. Spáðu í þessu. Þegar hjarta okkar, þegar við leitum í lífsbrunnin í staðinn fyrir dauðlega brunnin, þá erum við svo tré sem er gróðursett við vatn og við þurfum ekki að vera að hamast og erfiða. Vatn bara smýgur sjálfkrafa inn í ræturnar og við erum að bera ávöxt án afláts, án þess að þurfa að hafa fyrir því. Af því að við erum gróðursett í Jesú Kristi. Af því að rætur okkar eru í Jesú en ekki í dauðlegum brunni sem að klárast kannski fljótt. Og það er rík ástæða fyrir því að Guð segir í Biblíunni aftur og aftur að við eigum ekki að hafa aðra guði en hann. Og þegar þessi dauðlegi brunnur verður að hjá Guði að því að við förum að treysta á að brunnurinn fullnægi þörf okkar í stað þess að Jesús gerir það, að þá er hjarta okkar að víkja frá Guði og Guð er ljósið, Jesús er ljósið og myrkrið er skortur á ljósi. Og þegar hjarta okkar víkur frá ljósinu, þá kemst myrkrið inn. Og þá getur djöfullinn eða myrkrið tekið yfir þetta svið í líf okkar. Og sjáuð í Jeremía 17 sem við vorum að lesa, það kemur bölvun yfir þetta tiltekna svið í okkar lífi. Og einkenni er skortur, sínagandi, ófullnægð þörf, ílönguna fyrirbæri sem ekkert virðist geta satt. Og það getur líka verið þannig að hjáguðin fyrir að hafa vald, óeðlilegt vald yfir okkur, vald sem við viljum ekki, vald sem við kærum okkur ekki Og því meira sem við reynum að fylla þetta tómarúm, því stærra verður það. Og þetta svið í okkar lífi verður svo óheilbrigt af því að það verður sveipað myrkri, af því að það er engin Guð. Og Guð segir að við þurfum að velja. Við getum ekki þjóna tveimur herrum. Jesús sagði, þú getur ekki þjóna Guði og mammon. Þú getur ekki sagt, ég ætla að tilbiðja peninga því að
peningar eiga að gefa mér frelsi og frið, en ég ætla líka að tilbiðja Jesús og Jesús á líka að gefa mér frelsi og frið. Leið og þú ert búin að segja peningar gefa mér frelsi og frið, þá ertu búin að snúa hjartaðinu frá Guði á þessu sviði og Guð getur ekki gefið þér frelsi og friðin sem hann vil gefa þér. Það að fylgja mér. Amen. Og ég ætla að taka hérna 2 dæmi svona stóra brunna, dauðlega brunna sem eru mjög svona ríkjandi í okkar samfélagi. Og til dæmis ef að matur á að vera huggarinn okkar og gleðin okkar, og matur verður brunnurinn sem við drekkum úr í hvert skipti sem okkur vantar gleði eða huggun, þá getum við ekki fengið gleði og huggun frá Guði. En Jesús er gleði og Jesús er huggun. Og ef við erum ekki að fá huggun og gleði þaðan, þá erum við ekki að fá neina raunverulega huggun eða gleði. Og það sem gerist líka er að matur verður svo óheilbrigður og samband okkar við mat verður svo óheilbrigt að því að við erum alltaf að reyna að fá frá mat eitthvað sem að matur getur ekki gefið. Matur er dauður hlutur. Hann getur ekki gefið gleði og huggun nema þá falskt og tímabundið. Og þá fyrir við kannski að borða alltaf mikið, borða alltaf lítið, fyrir að ströggla og að því að myrkrið er komið inn og þá fyrir matur kannski að drottna yfir okkur, fá óeðlilegt valdi yfir okkur og við erum að borða þegar við viljum ekki vera að borða og við skiljum ekki af hverju. En við erum að drekka úr matarbrunninum að því að það er einhver ófullnægð þörf innra með okkur. Og við þurfum að fara að skoða hjarta okkar með Guði. Hvað er ég að reyna að fá út úr matnum í staðins að leita fyrst til Jesú. Og síðan þegar þetta er búið að vera lengi í gangi og því stærra sem hjáguðin er, því meira sem við erum að reyna að fá frá hjáguðinum, því fleiri þarfir sem við erum að reyna að fá fullnægt frá hjáguðinum, því óheilbrigðara verður það. Og matur getur orðið að eitthvað hræðilegu í lífi okkar í staðis að vera blessun frá Guði sem Guð ætlaði mat að vera í okkar lífi. Guð gefur okkur mat til þess að gefa okkur næringu fyrir líkamann okkar og fleira. En þetta snýst upp í andhverfu sína og það getur komið svona mikil þráhyggja fyrir hjáguðinum og þú ert sífellt að reyna að finna út hvernig þú getur fengið það sem þið þarfnast frá því. Og matafíkn og átröskun er til dæmis mjög sterk dæmi afleiðingar af þessum hjáguði. Og á endanum verður hjáguðin sem er matur í þessu dæmi svo mikil viðurstyggð í líf okkar að við förum að fyrirlíta og jafnvel hata hjáguðin. Og tala þetta líka sterkt í Biblíunni af því að hann er alltaf að bregðast okkur. Hann er ekki að gefa okkur það sem við erum að reyna að fá frá honum og þá kemur svona óbúslega neikvætt samband og vonbrigði. En matur hefur enga burði til þess að gefa okkur það sem við erum að reyna að fá frá honum. Og enginn af þessum hjáguðum eða dauðlegu brunnum getur gefið okkur það sem við raunverulega þörfnumst. Bara Jesús Kristur getur fyllt og fullnægt þessum þörfum okkar. Og annað mjög sterkt dæmi hjáguð eða svona dauðlegan brunn er að vera sinn eigin guð. Og þetta er eitthvað sem ég er búin að þekkja allt mitt líf og og byrjaði og Guð fór að opinbera smátt og smátt fyrir mér eftir ég frelsaðist og tók á móti Jesú. Og það er þannig þegar við ætlum sjálf að vera okkar eigin uppspretta verndar, öryggis, forsjár, við ætlum að vera okkar eigin styrkur, okkar eigin von, við ætlum að skapa okkur okkar eigin líf og okkar eigin tilgang, að þá fyrir líf okkar að snúast okkur sjálf. Og við fyrir að hafa ofur fókus á okkur sjálf og það er bara ég mig frá mér til mín. Og afleiðing af þessu verður oft skortur á öllum þessum sviðum og mjög mikill hamagangur í okkar lífi þar sem við erum að hamast og streða við að skapa okkur allt það sem við eigum að gefa okkur sjálfum. Af því að við eigum að vera okkar eigin guð á þessu sviðum. Og síðan, og þetta er mjög stórt atriði, þegar við eigum að vera okkar eigin öryggi, þá fyrir við að upplifa rosalegt mikið óöryggi. Af því að Jesús Kristur er öryggi. Hann er öryggi. Og ef við erum ekki að fá öryggi frá honum, þá erum við ekki að fá neitt raunverulegt öryggi og þá verðum við alltaf óörygg. Og það er þetta nagandi óöryggi við fáum og það getur komið svona öryggisfíkn og þráhyggja fyrir örygginu, þar sem við erum alltaf að reyna að skapa okkur öryggi og því meira sem við reynum að skapa því óöryggari verðum við og það kemur mikill kvíði og ótti sem getur fylgt þessu.
og sumir upplifa þessu óöryggan allan daginn, allan dag og þannig var ég. Ég var alltaf að reyna að vera minn eigin Guð þegar komaði öryggi. Og svo þegar ég tók á móti Jesú og ég tók við honum sem örygginu mínu, þá kom svo mikið léttur og friður og ég bara, vá, ég örugg. Og það fer ekki eftir því hvað í mínum ytri aðstæðum. Heldur það að því að Jesús Kristur öryggið mitt og ég í honum. Og hann með mér og hann hjá mér. Amen. Og það mjög áhugavert að lesa í Biblíunni hjáguð og skurguð og það fleiri hundruðir versa. Og ég var nú reyndar að spyrja gervigreinar, hún vildi meina að að fer eftir hvort þessi bein eða óbein tilvitnun í hjáguði eða skurguð að það væri alltaf 700 biblíuvers. En þú veist, þetta ekki staðfest. Til dæmis í Esekiel í 14. kafla 3. versi það segir mannssonur, þessi menn hafa sett skurguð sín ofar öðru hjarta sér og setti fyrir framan sig og það hefur orðið þeim til hrösunar. Það verður okkur til hrösunar þegar við höfum gert skurgu og hjáguð í hjarta okkar. Og í fyrra bréfi Páls til Kórintumanna segir í 10. kafla 14. versi fyrir því mínir elskuðu flýið skurguðadýrkunina. Það var flýja skurguðadýrkunina. Og þessi tvö dæmi að vera sinn eigin Guð og svo matur orðin Guð í líf okkar, þetta bara tvö lítil dæmi hvað getur orðið að hjáguð í hjarta okkar, en í rauninni það þannig að hvað sem getur orðið að hjáguði. Það verður hjáguð eða skurguð í hjarta okkar þegar eitthvað annað en Jesús Kristur eða Guð almáttugur sjálfur á að fullnægja okkar grunnþörfum, gefa okkur frið, vera friðurinn okkar, vera lækningin okkar, vera hjálpræðið okkar svo framvegis. Og þannig skiptum við út Guði fyrir einhvern dauðlegan brunn eins og til dæmis kerfið. Á kerfið að bjarga okkur, á Evrópusambandið að bjarga efnahaginum okkar, eiga stjórnmálamenn að bjarga borgin okkar, á vinnan að gefa okkur mikilvægi og virði, eiga samfélagsmiðlar að gefa okkur tengingu og nánd. Þú veist, þetta út allt og þess vegna svo ofboðslega mikið talað þetta í Biblíunni. Allir þessir hlutir eru góður og blessaðir og gjöf frá Guði, en við megum ekki setja þetta ofar Guði í hjarta okkar, af því að þá kemur myrkrið inn. Guð getur gefið okkur öryggi, frið, lækningu, visku, gleði, tilgang, huggun og ást í gegnum allt mögulegt og ómögulegt, gegnum makan okkar, annað fólk, vinnuna, hreyfingu, mat, líkamsrækt og svo framvegis, en Jesús Kristur alltaf uppsprettan. Og þetta spurning hvernig hjarta okkar stillt. Hver ásetningurinn í hjarta okkar. Og það rosalega sterk mynd af því hvernig eitthvað sem Guð notar til lækningar og til blessunar getur orðið að skurðgoði eða viðurstig eyðingarinnar þegar fólk fer að tilbiðja hlutin í stað Guðs. Og það talaði það í 4. Mósebók í 21. kafla að þá eru Ísraelsmenn í vantrú og að mögla og kvarta og afleiðingin af þessu möglu og kvarti og kveini að það koma eitraðir höggormar á meðal þeirra. Og fólkið fyrir að iðrast og Guð segir Móse að gera eyrorm og setja hann á stöng og að sá sem að myndi horfa á eyrorm, ef einhver bitinn af þessum eitruðu höggormum, þá ætti hann að horfa á eyrormin og þá myndi hann lifa og læknast. Og eitrið myndi ekki bíta á hann. Og það var ekki vegna þess að eyrormurinn hafði eitthvað kraft í sjálfu sér, heldur var það Guð sem gaf lækningu í gegnum hann. Og svo mörgum árum seinna þá fór allt í rugl og það talaði með það í annarri konungabók í 18. kaflanum og þá talaði Hiskía konung sem hafði hreinsað burt alla skurðgoðadýrkunina og hann þurfti að brjóta þennan eyrorm sem Móse hafði gert, eitthvað sem hafði verið tákn fyrir almætti og lækningu Guðs á sínum tíma. Og ástæðan var svo að Ísraelsmenn voru farnir að tilbiðja eyrorminn. Þeir voru farnir að brenna honum reykelsi, þeir kölluðu hann Nehústan eins og hann væri lifandi og afleiðingin var svo að það þurfti að eyða honum. Eitthvað sem hafði einu sinni verið notað af Guði til þess að lækna og blessa fólk. Bara af því að eyrormurinn hafði ekkert breyst. Hjarta fólk hafði breyst. Og eyrormurinn var þar af leiðandi orðin að viðurstig eyðingarinnar. Þannig að Guð blessar okkur með öðru fólki, með vinnu, með samfélagsmiðlum, interneti, með mat, en
það má ekki taka sæti í hjarta okkar ofar Guði og vera það brunnurinn í okkar lífi. Og eitt annað dæmi til dæmis þegar við þurfum að taka inn lyf, það Guð sem að lækna því gegnum lyfin eða eiga lyfin sjálf að lækna þig. Þetta tvennt, þetta sama athöfn, þetta taka lyf sem þú fengið uppáskrifað, það gjör ólíkt hjarta. Í öðru hjartanu eru lyfin orðin að skurðgoði eða hjáguði, í hinu dæminu erum við að meðtaka lækningu Guðs í gegnum eitthvað sem að Guð hefur blessað okkur með. Það að fylgja mér? Amen. Og annað myrkur og hitt ljós. Þannig að hvar hjart okkar? Á hvað það stillt? Það stillt á Guð eða það stillt á heiminn? Erum við að horfa á matinn sem við erum að borða og hugsa þetta svo mikil hræðilega óhollista og bara fullt af einhverjum eiturefnum og aukaefnum í þessu, erum við að hugsa takk Jesús fyrir að blessa mig með þessum mat. Takk fyrir að gefa mér næringuna sem ég þarf og restin fyrir út. Þetta fylgja mér. Þannig að Guð getur notað fólk og kirkjur og alls konar verkfæri og alls konar hluti en ekkert af þessu má verða brunnurinn okkar. Þannig að Jesús, hann vill sjá fyrir öllum okkur þörfum fyrst og fremst með sjálfum sér. Hann frumorsökin uppspretta alls. Og hann vill blessa okkur með fjármunum, hann vill blessa okkur með vellíðan og heilbrigði og lækningu, hann vill blessa okkur með nánum samböndum við bæði hann sjálfan en líka við annað fólk. Hann vill blessa okkur með samfélagi, hann vill blessa okkur í gegnum stjórnvöld, hann vill blessa okkur með mat og skemmtun og gleði, en hann lífsbrunnurinn. Og þegar við stillum hjarta okkar á hann, þá verður friðurinn sem dæmi að eilífri lind innra með okkur og okkur mun aldrei þyrsta aftur. Þá erum við með eilífan frið sem æðri öllum mannlegum skilningi og hann bara Amen. Og hann mun aldrei hverfa og það getur enginn tekið það frá þér. Sama á við gleðina og ástina og hlýjuna og umhyggjuna og miskunnsemina, lækninguna, heilbrigði, allar þessar grunnþarfir sem við höfum, sem við vorum sköpuð til að hafa en til þess að öðlast beint frá Guði sjálfum. Og fyrsta og stærsta gjöfin Jesús Kristur sjálfur. Ef við þurfum frið, þá hann friðarhöfðinginn. Ef við þurfum sannleika eða svör, þá Jesús sannleikurinn. Ef við þurfum leið, þá hann vegurinn. Ef við þurfum líf, þá hann lífið. Ef við þurfum lækningu, þá hann lækningin. Og ef við þurfum vin, þá hann vinurinn og vináttan. Og í Filippíbréfinu segir í 4. kafla 19. versi, en Guð minn mun fullnægja sérhverri þörf ykkar samkvæmt auðlegð sinni með dýrð í Kristi Jesú. Amen. Í Kristi Jesú. Já, amen. Hverri þörf okkar fullnægt í honum. En það okkar að stilla hjarta okkar á hann. Það okkar að velja með hverju og hverjum ætlum við að fylla þetta nýja hjarta sem Jesús hefur gefið okkur. Þannig að ef að Jesús Kristur uppsprettan, hvert það okkar hlutverk, við erum að leita hans í bæn og biðja hann að opinbera fyrir okkur hvernig hjarta okkar snýr á einhverju tilteknu sviði. Kannski erum við búin að átta okkur nú þegar á því, bara með að hlusta hana lestur, já, þetta örugglega hjáguð í hjarta mínu, ég með einhverja hjáguð þarna eða eitthvað skurkur sem að snúa að þessu sviði, og þá gott að skrifa þetta niður og leita síðan til föðurins í einlægri bæn til að losa þetta út úr hjartanu. Og iðrunin stórkostleg. Þegar við förum til hans og við iðrumst þess að hafa gert eitthvað að hjáguði eða valið eitthvað dauðlegan brunn í staðinn fyrir lífsbrunnin, að þá opnast dyr fyrir Jesú Krist til að koma og fjarlægja þetta og kasta þessum hjáguð á haf út og setja sjálfans inn í staðinn. Og við ætlum að gera þetta núna í hugleiðslubænina sem við erum að fara í. Þá ætlum við að fara í gegnum þessa bæn og við afhendum þetta allt til hans og við veljum að gera hann að okkar lífsbrunni, að okkar uppsprettu á öllum sviðum lífsins. Þú einn Jesús ert friðurinn minn. Þú einn Jesús ert lækningi mín. Þú einn Jesús ert lífið mitt, tilgangurinn minn. Og það val Guðs
hvernig hann ætlar að manifestast sem lækningin í okkar líf. Hann getur gert það á marga mismunandi vegu. Hann getur sendt ljós af himnum ofan og bara komið með bara kraftaverka lækningu, en hann getur líka læknað þig í gegnum lyf. Hann getur líka læknað þig í gegnum hreyfingu, þú veist, hann notar alls konar aðferðir. En hann er lækningin. Og við ætlum að fara núna í hugleiðslubæn, þar sem við ætlum að bara iðrast þess, alltaf þeirra skipta sem við höfum gert eitthvað annað en hann að okkar brunni, og við ætlum að biðja Guð að kasta út öllum hjáguðum og öllum skurguðum út í hjarta okkar, og við ætlum að láta Jesú Krist fá þá stöðu í hjarta okkar að hann sé uppspretta alls og taka við þessari eilífu lind sem að streymir stöðugt. Þannig að við upplifum engan þorsta á neinum af þessum sviðum sem að við höfum okkar grunnþarfir á. Amen. Þá skulum við bara koma okkur þægilega fyrir hvort sem við sitjum eða liggjum. Og ég ætla að biðja fyrir hugleiðslubæninni áður en við byrjum. Hjá Faðir á himnum, ég bara bið fyrir öllum þeim sem að hlusta. Og ég þakka þér fyrir að þú ætlar að gera stórkostlega hluti í lífi og hjarta sérhvers og eins hér í kvöld. Ég þakka þér fyrir heilagan anda, þú ert hér til að lækna og leysa. Þú ert hér til að brjóta bönd og slíta keðjur. Þú ert hér til að reka burt allt myrkur og lýsa upp sérhvert hjarta. Ég legg þessa hugleiðslubæn í þínar hendur og alla þá sem hér er að hlusta og eiga eftir að hlusta. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Og hugleiðslubænin er þannig að ég ætla bara að fara með bæn og þú mátt endurtaka hana annarkvort upphátt eða bara í hjartaðinu. Góði Guð, Faðir á himnum, kæri Jesús, ég vel að trúa á þig, Jesús. Þú ert minn drottinn og minn Guð. Takk fyrir að fyrirgefa syndi mínar. Takk fyrir að gefa mér nýtt hjarta. Í Jesú nafni. Þá vel ég að fylla þetta nýja hjarta af þér, Jesús. Og ég bara iðrast allra þeirra skipta sem að ég gerði eitthvað annað en þig, Jesús, að brunni eða Guði í mínu hjarta. Fyrirgefðu. Ég tek við þér, Jesús, sem lífsbrunninum mínum. Og ég set þig inn í hjarta mitt. Og ég lýsi því yfir að þú, Jesús, ert orðið. Þú, Jesús, ert uppspretta alls í mínu lífi. Og ég segi já og takk fyrir við þessari lífsins lind sem þú hefur sett í mitt hjarta. Og ég vel þig, Jesús, sem minn Guð, sem minn frið. Þú, Jesús, ert ástin mín og kærleikurinn minn.
Þú, Jesús, ert heilbrigði mitt, heilsan mín og lækningin mín. Og fyrir þínar bænir er ég heil. Jesús, þú ert lífið mitt. Þú ert gleðin mín og þú ert allsnægtirnar mínar. Og þú komst þess að gefa mér líf í fyllstu gnægð og ég tek við því núna. Og ég þakka þér fyrir. Þú, Jesús, ert fögnuðurinn minn og frelsið mitt. Í Jesú nafni, þú ert öryggi mitt. Þú ert verndin mín og þú ert athvarfið mitt, Jesús. Þú ert skjólið mitt og þú, Jesús, ert vörðurinn minn. Og ég vel að ekki bara dvelja, heldur lifa og búa í þér. Og þú, Jesús, þú ert hvíldin mín. Þú ert krafturinn minn og þú ert orkan mín. Og að því að þú ert krafturinn minn og orkan mín, þá hef ég alltaf næga orku, miklu meiri en nóga krafti. Og því að innra með mér er eilíf lind, er eilíf uppspretta af þínum krafti, af þinni orku. Þú ert vonin mín, Jesús. Þú ert trúin mín. Og þú, Jesús, ert hugarfarið mitt og orðin mín. Og ég kem fram fyrir þig, Jesús, og ég afhendi sjálfa mig og hjarta mitt og alla brunnana inn í þína iðrun, Faðir. Og ég þakka þér fyrir að þú kastar þessum hjáguðum og skurðguðum á haf út. Og þú setur þig, Jesús, lífsbrunnin í staðinn. Og að því að þú hefur gefið mér lifandi vatn að drekka, þá mun mig aldrei þyrsta framar að eilífu. Og ég þakka þér fyrir, Faðir, þá stórkostlegu, undursamlegu og fallegu gjöf sem þú hefur gefið mér í Kristi Jesú. Takk, Jesús.
Ég vil að setja þig, Jesús, allra efst í hjarta mitt, ofar öllu öðru. Þú ert númer 1, Jesús. Þú ert efstur. Þú ert fremstur. Og þú ert ofar öllu öðru. Í Jesú nafni leita ég fyrst þíns ríkis og þíns réttlætis og þess vegna munt þú veita mér allt annað að auki. Þú ert þakklæti mitt, Jesús, og stórkostlegasta blessun lífs míns. Heilagur andi, ég þakka þér fyrir lækninguna og kraftaverkin sem þú ert að vinna núna. Í Jesú nafni þá gef ég mig algjörlega þér á vald. Þú ert velkominn að starfa með þeim hætti sem þú vilt í mínu lífi og í mínu hjarta. Og ég tek við þinni leiðsögn, þinni visku og þinni kennslu. Og ég þakka þér fyrir að þú hefur sent orð þitt inn í hjarta mitt og lækna mig. Nú skulum við bara taka hljóða stund í nærveru heilags anda. Bara sitja með Jesú. Þú getur farið með litla bæn ef þú vilt. Þú getur eftir að skoða hjartað þitt með Jesú eða bara hlustað á heilagan anda. Bara sita, æfa okkur í að sita í hans nærveru. Ég ætla að biðja fyrir ykkur. Faðir á himnum, ég þakka þér fyrir þá stórkostlegu, undursamlegu blessun, lækningu og það kraftaverk sem þú hefur unnið í lífi sérhvers og eins sem að hlusta og eftir að hlusta. Í Jesú nafni þakka þér fyrir lækningu þína og náð þína og ég þakka þér fyrir að þú sendir yfir flæði af blessunum á alla þá sem að hlusta. Og ég bara þakka þér fyrir að þú gefur okkur nýja trú í hjarta sem segir að eitthvað stórkostlegt að fara að gerast, eitthvað gott að fara að gerast, eitthvað magnað að fara að gerast
og Guð er að senda blessun inn í líf þitt núna í Jesú nafni. Amen. Amen.